Velkomin aftur í vikulogin hérna hjá leitandi.is. Ég heiti Þorvarður Goði og hjá mér komin Helga Þórdís Guðmundsdóttir, organisti í Víðistaðakirkju. Vertu velkomin. Takk fyrir. Herðu, það rosa mikið búið að gerast hjá ykkur. Þið eru með þvílíkt prógram yfir veturinn. Já. Og ég var að frétta svo skemmtilegu verkefni sem þið eru með núna á þriðjudaginn kemur. En segðu mér aðeins frá, hvað er búið að vera að gerast í vetur hjá ykkur? Þú ert þá að tala um hjá Kórvíðistakirkju? Já. Sem sagt, við erum búin að vera bæði í samstarfsverkefni, allir kórarnir í Kjalarnesi prófastsdæmi. Það var samin fyrir okkur heil lúterskantata sem við fluttum bæði Víðistaðakirkju og Keflavíkurkirkju, yfir 100 manna kór. Hefnaðist rosalega vel, ofsalega skemmtilegt verkefni. Og kórinn heldur náttúrulega alltaf sitt árlega stóra aðventukvöld sem eru nánast tónleikar. Þar kemur barnakórinn líka fram og öflugur barnakór líka hjá okkur. Og við tókum þátt í tónleikum Eyþórs Inga fyrir jólin líka, ofsalega skemmtilegt prógram. Nú Víðistaðakirkja var 30 ára í vetur og sjálfsögðu mikill tónlistarflutningur og margt sem að tengdist því líka að það má kannski koma því að Víðistaðakirkja er svolítið fræg fyrir þessar fallegu freskur, semst myndirnar á veggjunum eftir Baltasar og það er nýbúið að lagfæra þær og Baltasar er nýbúin að taka þær og gera við þær. Og svo erum við náttúrulega bara eftir allar fermingar og páska að undirbúa svona orðtónleika og við ákvaðum að fara með orðtónleikan okkar í svona aðeins léttara umhverfi og ætlum að búa til kaffihúsastemmingu. Og fólk sem sagt kemur og fær bara sæti við borð og drekkur kaffi og borða nammi, hlustar á kórinn, kostar ekkert inn, en ef að fólk vill færa kortum frjáls framlög, þá má það gera það, því að kórinn er að fara til Skotlands í haust. Svona, við ætlum að verða með 2 tónleika í Skotlandi og förum í messu heimsókn líka, syngjum við messu. Hvað eru margir í Kórvíðistaðakirkju? Það eru 35 félagar. Og ætla að verða ekki 30 manns sem að verða á tónleikunum núna. Kannski svona rétt tæplega 30. Kröftugur kór? Alveg þokkalega. Þetta er náttúrulega áhugamannakór og bara yndislegt fólk sem er ofsalega áhugasamt og það er ofsalega gefandi að vinna með þeim. Maður getur ekki annað að vera glaður. Eru þið með einhverja ákveðna tegundatónlist eða ekki meiri áherslu á heldur en aðra? Nei, venjulega ekki og það má segja það að auðvitað er okkar aðal vinna kirkjutónlisti og sálmarnir og þess háttar. En okkur finnst ofsalega gaman að brjóta upp og gera nýtt og gera öðruvísi. Við höfum sett upp messu með sálartónlist og við höfum verið með bara alls konar og eins og ég segi, unni með Eyþór Inga og svo finnst okkur líka bara æðislegt að fá Dittu og Gissur Pál og vinna með yndislegu færu fólki á öllum sviðum. Og þið eru að gera einmitt þetta núna á þriðjudaginn, að þá ætlið að vera með öðruvísi dagskrá, öðruvísi umhverfi, fá gesti. Já, við erum samt við erum bæði með hefðbundið og óhefðbundið. Við erum svona aðeins að fara í gelísku lögin af því að það má segja að prógramið okkar sé svolítið undirbúningu fyrir Skotlandsferðina. Hvað er gelísku lögin? Það er svona þessi upprunni skoski-írski. Þannig að þetta eru svona skosk-írsk lög. Það er til dæmis Amazing Grace og hinn gömlu kynni, Old Lang Syne, sem er upprunalegt skoskt lag. Og eru það ekki allir að syngja með? Er það ekki? Fólk má það, en það er svolítið gaman að Íslendingurinn er að syngja hinn gömlu kynni á allt annan hátt heldur en Skotin. Það er svona meira einhvert hjá Skotanum, meðan við erum helst svona undir borðhaldi, svona komin aðeins í stuð að kyrja það allt öðruvísi, Og eru við að fara að heyra þessa skosku útgáfu þá meira? Flutningin meira í áttina að því. Spennandi. Og svo erum við með náttúrulega svona perlur eins og Heyr himnasmiður eftir Kolbeinn Tumason sem er náttúrulega frá 1208 og alveg upp í bara nýjustu sálma og nýju sálmabókinni, til dæmis Vendavæng eftir Báru Gríms
Okay. og Litlu flugun eftir Sigfús, við erum svolítið úr öllum áttum og svo erum við með 2 kórverk eftir John Rutter. Já. Það er svona stærri verkin okkar í þetta skipti. Já. En þetta er svona, já, blanda úr öllum áttum. Og við ætlum að koma og streyma þessu með ykkur. Já. Þannig að það verður mjög gaman, held ég, er það ekki? Jú, Og sjá hvernig gengur og fá fullt af fólki til að mæta og taka þátt. Já. Hvað er svo þið farið sem eru að safna fyrir Skotlandsferðinni núna? Já, eða við erum svo sem ekkert endilega því núna. Við erum, það er allt í farvegi. Það er allt í farvegi. Já. Og næsti vetur einhverju svona viðburðir þar sem að þið sjáu fyrir að verði gaman að taka þátt í eitthvað sem er meira spennandi? Svona planaðir viðburðir? Já. Það er svo sem ekki fullmótað. Nei. En við við erum alltaf með 2, 3, 4 svona stærri viðburði á ári. Já. Tónleika, við erum með svona kannski 2 tónleika, við erum ekki búin að setja niður nákvæmlega hvenær. Nei. En yfirleitt er nú eitthvað að vera hjá okkur í kringum vetrardaga Víðistaðakirkju sem eru venjulega í októberlok hverju ári sko. Aðvendukvöldið okkar er alltaf mjög stórt og svo endum við alltaf á vorin með einhverju svona stærra dæmi. Og það er það sem við myndum að fá að sjá núna. Já, og svo er að koma reyndar út ný sálmabók. Já. Það er bara óvíst hvenær hún kemur út, hvoru megin við áramótið það verður. Okay. En ég reikna nú með að það verði jafnvel eitthvað samstarfsverkefni eftir jólin þá, kannski tengt því. Já. Þannig að... Hefurðu séð þessa nýju sálmabók? Nei, hún er ekki komin út. Nei. En við höfum fengið kynningu organistarnir. Já. Og er þetta, einhverja breytingar miklar? Ég held, já, það er svona kannski verið að sameina það sem hefur verið notað úr gömlu og nýju og svona ýmsar jákvæðar breytingar sem að koma þarna inn. Spennandi. Já. Þannig að það er mikið framundan í þessu? Já, mikið framundan og það er alltaf mikið að vera í Víðistaðakirkju og hvet bara fólk til að kíkja ofta til okkar. Er það ekki? Jú. Og við erum gaman að segja frá því að kirkjan býr að frábæru góðgerðarfélagi, systrafélaginu. Hvað er það? Það eru alveg mjög margar konur sem eru starfa sem góðgerðarsamtök við kirkjuna. Já. Og þær eru til dæmis alltaf með blómasölu á hverju ári. Okay. Og þær eru með blómasölu, það opnar hjá þeim 24. maí og er alveg til 31. Og þær eru með opið held ég frá 10 til 6. Okay. Alveg ofsalega falleg blóm sem þetta er bara fyrir utan kirkjuna og rennur allt í góðgerðarmála. Þetta er spennandi. Já, mjög spennandi. Þetta er eitthvað sem við þurfum að kynna okkur betur. Endilega. Endilega. Og byrja 2004. Já. Það er það bara núna? Já, næstu viku. Já, það er miðvikudaginn. Já. Nei, á fimmtudaginn. Fimmtudaginn næstu viku. Já. Þá byrja blómasalan. Já. Já. Þið verður að taka til því. Það getur mjög gaman. En Helga Þórdís, kæra þakki fyrir komuna. Já. Og ég hlakka mikið til á þriðjudaginn þegar við hittumst aftur og við fáum að njóta tónleikana. Endilega, bara mæta á kaffihús í Víðistaðakirkju klukkan 8 á þriðjudagskvöld.